Dögg Harðardóttir, hjá Söl. Formaður, ágætu ráðsmenn og aðrir sem enn sitja hér. Ég held að lausnin sé fólgin í því að við skiptum íslenska þjóð. Ég man eftir því þegar ónefndur bankastjóri var látinn fara frá bankanum sínum. Hann bauð sig fram á þing og var kosinn. Ég held að þessi vandi sé miklu djúpstæðari heldur en svo að hann sé bara eitthvað sem tengist alþingi. Og ég hef líka áhyggjur af því þegar fólki finnst í lagi að vinna svart og kallar það bara skattfrjálsa vinnu. Þannig að ef við erum farin út í þessa sálma þá myndi, annarkvort þurfum við meira kristið siðgæði inn í þjóðin okkar og meiri heiðarleika eða bara hreinlega skiptum íslenska þjóðin. Ég hrædd að seinni kosturinn sé ekki í boði. Ég tel að þessi umræða sé ekki að leiða okkur eitt eða neitt og ég held að ef við gerum ekki eitthvað stórkostlegt þá annarkvort verður þessi ákvæði, þau verða annarkvort óbreytt í stjórnarskráni eins og þau eru vegna þess að við rennum út á tíma með þessu stappi eða kannski leysir það ákveðin vanda að kveða ekki á þetta í stjórnarskrá. En auðvitað er ákveðin hætta þá að það verði farið að þjarka það á þingi hvaða leið eigi að fara. En ég hef áhyggjur af þessari umræðu og það er eitt viðbót sem ég langar til þess að segja. Það var verið að tala hérna áðan yfirlýsingar okkar fyrir kosningar. Ég var ein þeirra sem aðhylltist persónukjör og landið eitt kjördæmi fyrir kosningar en leið og kosningarna til stjórnlagaþings voru afstaðnar þá skipti ég skoðun. Vegna þess að ég hugsaði með mér það nánast ómögulegt fyrir óþekkt fólk að koma sér á framfæri í svona kosningum nema eiga til þess mikla peninga eða hafa hagsmunasamtök á bakvið sig. Þannig ég held að við ættum að hætta að vísa til yfirlýsinga okkar hvort sem þær voru í DFF sem við gátum ekki útskýrt á nokkurn hátt eða einhvers staðar annar staðar.